Nú ætlum við aðeins að skoða ferningsregluna. Ferningsreglan á við þegar við erum með tvo sviga sem við margföldum saman og þeir eru nákvæmlega eins. Þið munið að þegar við margföldum saman tvo sviga þá margföldum við saman fyrst þetta hér, svo þetta hér, svo þetta hér og svo þetta hér. Og við fáum út a sinnum a er a í öðru, a sinnum plus 2 er plus 2a, plus 2 sinnum a eru plus 2a og 2 sinnum 2 eru plus 4. Allt saman í plus. Það eru plus. Þegar það eru 2 plusar þá er allt í plusin. Þurfum ekkert að pæla mikið í því. Þannig þetta er a í öðru plus 4a plus 4. Þegar það er eins og hérna í seinna dæminu svíi og svo í öðruveldi, það þýðir að svíin er tvisvar. Alveg eins og x sinnum x. Nei, x í öðru er x sinnum x, tvisvar. 3 í öðruveldi er 3 sinnum 3, tvisvar. Eins og oft og veldi segir til um. Ég geri þetta nákvæmlega eins, nema nú þarf ég að passa með að nú eru mínusar. X í öðru mínus 3, x mínus 3x plus 9, því að 3 sinnum 3 í mínus er plus 9. Tek þetta saman, x í öðru mínus 6x plus 9. Nú get ég svolítið farið að skoða hvað ferningsreglan segir mér. Aftasta talan er þetta sinnum þetta. Fremsta talan er þetta sinnum þetta. Það sem er fremst í sviganum er fremst, það sem er aftast, það er aftast. Svo er miðjan, af því að þetta er alltaf sama talan, þetta sinnum þetta tvisvar. 2a tvisvar, það eru 4, 3x eru tvisvar, eru 6x. Þegar þetta eru plusar báðum megin, þá er plus allstaðar. Þegar það er mínus, þá verður miðjan í mínus. Aftasta talan verður í plus, þetta er mínusinu mínus. Þannig að þetta eru svörin. Ferningsreglan flýtir fyrir manni. Maður er fljótar að leysa upp svona sviga, þá getur maður í raun, þegar maður kann orðiregluna, sleppt þessu milliskrefjan, heldur farið bara beint í að skrifa upp. Og gerir það í raun án þess að velta því mikið fyrir sér. Við getum notað ferningsregluna líka við að þátta. Við sjáum strax og þetta á að sjálfsögðu að vera í öðruveldi. Öðruvísi gerum við ekkert við þetta. Þáttum þetta í tvo sviga. X fyrir framann í báða svigana, þá fáum við x í öðru. Og hvaða tala margföldum með sjálfri sér gefur okkur 16. En ef við plusum þar saman, fáum við 8. Og það eru 4. Plus og plus, það gefur mér plus og plus. Síðan, ef ég vil vera viss, þá borgar sig stundum að margfalda saman. X í öðru plus 4x plus 4x plus 16. X í öðru plus 8x er plus 16. Ég fæ það sem ég byrjaði með. Þetta er rétt. Sama hér. 2 svigar. A og A, 5 og 5, það gefur mig 25, 5a og 5a í mínus, þá þarf ég að setja mínus á þetta. Og sama hátt get ég margfaldað upp aftur og sé að þetta er rétt gert hjá mér og svona nýti ég ferningsregluna í þáttun. Ég sé að það sem er margfaldað með sjálfur sér hér, sem er í þessu tilfelli 5, ef ég legg þetta saman, mínus 5 og mínus 5, þá fæ ég mínus 10 og það passar.